Það er komið að næstu spá, ég er að pæla að hafa svona kvíslspá. Ég er á salerninu í vinnunni og ég er á sama salernu og ég gleymd að læsa í gær, þetta hvort ég læst. Ok, ég læsti hérna núna, það var smá vandræðalegt í gær þegar fjármálastjórinn gekk inn. Heyrðu, FH Grótta, FH vinnunarleik brjálar eftir atvik í síðustu umferð í Mýrinni. Það sem þeir ætluðu að vinna 24-22 sem ég spáði, en leikunum fór 22-22. Þeir vinna þennan leik svona 27-23 og Ágúst Elí stórleikur. Ég vona nú að Lalli, Lárus Helgi vinur minn, eigi fínan leik svo við eigum góða bíóstund í vændum á næstunni. En já, þetta verður hefðbundið Finnur Ingi markahæstur, tapar samt. Og hægri vængurinn hjá FH verður góður. Og þetta eru enga nýja stærðir, Óðinn og Einar og allt það, og svo bara vonandi að Ísak komi sterkur inn í þetta. Haukar Selfoss, þarna erum við að tala Haukar að fara að vinna góðan sigur. Ég ætla ekki að segja öruggan sigur, en hann verður, það verður svona hörkuslagur fyrstu 40, 45, jafnvel 50 mínútur, en ég ætla að segja það að Haukarnir vinnanleik. Minn maður Janus Daði, ég held bara áfram að spá honum langbestum. Hann er að sýna styrk sinn þessi misserinn og já, ég held að þeir vinni góðan heimasigur og sýni það að þeir ætli sér að verða Íslandsmeistari í ár og þeir vinna þennan leik. Það er bara þannig. Gretar Ari að spila á móti sínum gömlu liðsfélögum frá í fyrri vetur. Þetta getur orðið mjög áhugavert. Og ég held að lögregluleikur sem sýndu beint á Sport TV, kíkja á það. Svo er það Fram Afturhelding. Afturhelding vinnunarleik. Einar Andri lofaði því í viðtali eftir 1 milljón marka tap gegn Haukum í síðasta leik að hann ætlaði sér sagði mér að vinna. Ég hef nú verið vanið því að spá framur fínu gengi en Afturhelding vinnunarleik. Og það verið gaman að sjá Gísla Jörgen fá einhverja mínútur þarna. Fikk 3 mínútur í síðasta leik, tók 3 skref stökk upp með boltan og lendi síðan bara með hann. Vel gert það, Gísli. En það verið gaman að sjá hann spila nokkra mínútur, ég vil skora mark. Og já, ég ætla bara að segja Afturhelding vinnunarleik. Þetta verður svona hörkuleikur. Jafntefli reyndar gæti verið málið. Þetta verður bæði liðin verða í kringum 28 mörk. Gæti verið 27, 28, 28. Fram gæti stólið sem einu. Ég hallast að Afturheldingu út af því að Einar Andri var ákveðin í síðasta viðtali, en það getur allt gerst. Þessi 3 leikir sem er í kvöld, FH Grótta, Haukar Selfoss og Fram Afturhelding, svo er á sunnudaginn Akureyri IBVF. Ég ætla að hafa hann með hér í þessari spá. Þar vinnur Akureyri. Það er bara svoleiðis. Krissi, landsliðskrissi eins og hann kallaður, verður bestur, markahæstur. Og Eyjamenn á ekki að sýna sitt rétta andlit. Já, Akureyri verður með 3. sigurinn í röð. Ég sá það hvernig fögnuðu sigurunum daginn og sigurunum 2 að þeir eru komnir á okkar skrið. Það er eitthvað fallegt að gerast þannig á Akureyri. Krissi bestur, meira veit ég ekki. Svo er leikur 12. des Valur Stjarnan, við pælum í honum síðar. En ég hvet ykkur til að kíkja á völlinn í kvöld. 3 leikir, FH Grótta, Haukar Selfoss, Fram Afturhelding. Leikur umferðarinnar líklega Haukar Selfoss, en Fram Afturhelding verður mjög áhugaverður leikur. Svo ekki sé meira sagt, þannig að þá til næst. Byssan kveður.